Já, komið þið sæl. Milt víða land í dag og sérstaklega á norður- og austurlandi þar sem að hitatölur fóru nú yfir 20 stigin eins og við sjáum hér. Það var þetta svona undarleg tímasetning á hámarkshitanum fyrir norðan. Þetta gerist í nótt og hefur nú verið svona öllu svalara þar í dag, en víða hafa hitatölur verið að fara yfir 20 stigin hér á austurlandi og svona allan þegar þetta korti gert að þá voru það upp á rúmar 21 gráðu þá á Borgarfirði eystri, en fjölmargir aðrir staðir með yfir 20 stig. Jafnframt var kaldast á Austurlandi eða Austfjörðum og gerði hann að vægt frost til að mynda á Eskifirði. En það verður þokkara milt hjá okkur áfram næstu daga því að svona staðan svo sem ekki mikið að breytast. Við erum með nokkuð öfluga hæð hér yfir Bretlandseyjum sem að svona heldur á móti lægðakjörunum, lægð sem hér suðvestur í hafi, og hún ætlar nú ekki að koma mikið við sögu hjá okkur, og við sjáum að svona þegar framleiða stundir í nótt á morgun að þá breytist nú hlutin ekki mikið, kemur svona bakki hér inn á suðvestavert landið á morgun og dregur svona aðeins fyrir hjá okkur aftur og getur ringt tíma þótt að lítið sé. En við sjáum jafnframt þá hvernig þessi tvö kerfi að ýta hér hlýju lofti, suðrænu lofti til okkar og svona sjá að þetta verði svona þemað í veðrinu hjá okkur allan svona fram á miðvikudag. En lítum hér nær og sjáum þá stöðuna klukkan 19 og sjáum það nú svona bjartviðriskaflar í þessu á norður sem og vesturlandi og jafnvel fyrir austan líka og litla úrkoma að finna og vindur yfirleitt nokkuð spakur, og síðan gerist það þegar aðeins líður á nóttina þá fer svona aðeins að getur kallað að þykna upp hér suðvestan til á landinu og kemur úrkomubakki hér inn á suðvestavert landið, gerir nú ekki mikið af sér, það ekki mikil úrkomu í þessu, oft þetta bara slitrótt og skammvinnt, en klukkan 14 á morgun að þá verður þetta á þessa leið, verðum væntanlega með góðar hitatölur á norðausturhorni landsins. Ég skal ósatt láta hvort það náið 20 stigum, en allan að geta hæglega farið í þetta 17-18 stig á morgun, og þar verður jafnframt sólríkt að mestu leyti en skýjað í öðrum landshlutum og getur ringt svona stundarsakir nokkuð víða. Og þróunin síðan fram til þriðjudags, það svo sem ekki mikið breytingar, við sjáum svona heldur áfram að smá rigna hér sunnan og vestan til á landinu, áfram nokkuð bjart á norðausturhorninu og bætir aðeins við í úrkomuna hér á norðvesturhorninu tíma þá snemma á þriðjudagi, en á klukkan 14 verður staðan á þessa leið og við sjáum að hitatölur eru bara svo nokkuð veginn að sama veiði þetta 15, 16, 17, 18 stig jafnvel á norðausturhorninu, en nær 10 stigum í öðrum landslutum, og vindátt allar sinni verða smá saman vestlægri þegar líður að kveldi á þriðjudegi og á miðvikudag, og við sjáum það hér en í miðvikudagnir þá eru 8 norðin nánast hrein vestanátt, þetta 5-10 metrar á sekundu, skýjað mestu leyti á vesturhelmingi landsins, getur svona dropa lítulega hér sérstaklega út yfir vesturströndinu og til fjalla. Þetta vera bjartara hér fyrir austan, og á fimmtudaginn þá ætlar að vera svona pollróligt veður að mestu leyti og jafnvel sólríkt á stórum svæðum, en hitatölur svona aðeins farnar að dala og víðast hvar verðar undir 10 stigum þennan daginn. En hvað varðar meginlandið Evrópu, þá heldur þessi hæð velli yfir Bretlandseyjum og það gefur náttúrulega á sér fínasta haustuð þar, hiti svona frá 13 og sjálfsagt upp í 20 stig þar sem best lætur, rignir í vesturhluta Noregs, en hæðarhryggurinn teygir sig hér til suðausturs, sjáum hér skúraflekki svona víða miðbik álfunnar, en ágætis veður hér í suðausturhlutanum, og svo ætlar að verða nokkuð óstöðugt svona í austurhluta Spánar á morgun, skúralengar víða og jafnvel þrumuveður þar á köflum. Á Kanaríeyjum verður svona, kannski ef eitthvað aðeins meira skýja heldur en gengur og gerist og hætt við að geti fallið einstaka skúrir, en í Norður-Ameríku þá sjáum við að það bæði sólríkt og hlýtt víða í suðurríki Bandaríkjanna og ætlar að gera þrumuveður til að mynda í San Francisco tíma á morgun. En við skulum setja gott að vera í dag, verið þið sæl.